543. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn að Tjarnargötu 12 klukkan 17 þann 8. maí 2018. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni. Það eru 7 mál á dagskrá fundarins en þau eru: Númer 1. Fundargerð bæjarráðs frá 18. og 27. apríl og 3. maí. Númer 2. Fundargerð velferðarráðs frá 17. apríl. Númer 3. Fundargerð barnaverndarnefndar frá 23. apríl. Númer 4. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. apríl. Og númer 5. Fundargerð fræðsluráðs frá 4. maí. Númer 6. Verklagsreglur og stefna Reykjanesbæjar í skjalamálum, og þetta seinni umræða. Og síðasti liður er ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans, seinni umræða. Tekinni fyrir fyrsti dagskrárliður en það eru fundargerðir bæjarráðs frá 18. og 27. apríl og 3. maí. Orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós. Böðvar Jónsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er rétt að við ræðum hér aðeins málefni sundhallarinnar eins og hafa verið rætt á bæjarráðsfundum núna undanfarið. Og við fengum auðvitað athugasemdir frá Skipulagsstofnun vegna málsmeðferðar í því máli og höfum reyndar fengið einnig lögfræðilegt álit nú frá Garðari Garðarsinni sem er það fullbúið álit og liggur hér fyrir. Það breytir ekki því að það eru gerðar verulegar athugasemdir við málsmeðferðina þessu máli og eins og kom fram í bæjarráðsfundi að þá eru ákveðin gögn sem ekki hafa verið lögð fyrir í þessu máli til allra bæjarfulltrúa og hélt ég nú að það yrði rætt hér og gerð grein fyrir því en mér finnst þá rétt að vekja athygli á því að það voru ákveðin gögn sem hingað voru send meðal annars af Minjastofnun sem ekki voru lögð fyrir bæjarfulltrúa minnihlutans. Okkur ber að taka þetta mál til umfjöllunar og ég geri þá væntanlega ráð fyrir því að það verði hér á næsta fundi bæjarstjórnar fjallað þessar athugasemdir sérstaklega enda ber okkur að gera það og svara Skipulagsstofnun með einhverjum hætti gagnvart þeim athugasemdir sem þeir setja fram. Ég reikna með því að það sé verið að taka þetta mál fyrir núna á fundi umhverfis- og skipulagsráðs. Þannig að máli gæti þá komið hér til umfjöllunar á næsta fundi bæjarstjórnar. En að svona öllu gögnum málsins að þá er ljóst að þetta mál hefur verið svona keyrt í gegn af allt of miklum hraða með allt of miklum göllum og við fáum bátt fyrir frá opinberum stofnunum vegna þess. Það er enginn sem kveður sér ljós. Ég vil þá bara í framhaldi af þessu nefna það að þetta mál verður væntanlega tekið á dagskrá í næsta bæjarráði. Það sem að fleiri bréf hafa borist heldur bara bréf frá Skipulagsstofnun og við munum þá fara yfir það og við vorum jafnframt búin að ræða það að menn tækju sér tími í að svara bréfinu. Það þurfti að fara fyrir uppskráðið og við væntanlega fáum þá í framhaldi að sjá það svar þegar að þeim fundi lýkur og við getum þá tekið það til meðferðar
væntanlega í bæjarráði, á næsta bæjarráði á föstudaginn og síðan þá á næst bæjarstjórnarfundinum í framhaldinu. Gerðu svo vel, bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bréfið erindi Skipulagsstofnunar var stílað á Gunnar Ottosson skipulagsfulltrúa. Það var ekki stílað hvorki á mig sem bæjarstjóra eða bæjarstjórn eða bæjarráð og hann að vinna í að svara því og málið væntanlega eins og bæjarfulltrúi Böðvar sagði á dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs núna. Við höfðum, eða hann og skipulagsfulltrúi fékk að tillögu Skipulagsstofnunar eða beiðni frest til morguns til 9. maí til að skila svari og við ræddum þetta í gær við Gunnar að mér finnst rétt að svarið yrði ekki sent fyrir en að bæjarstjórn hefði fjallað fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Þannig að hann ætlaði að hafa samband við Skipulagsstofnun, ég vona hann hafi gert það í dag og tilkynna þeim að umhverfisstofnun að umhverfis ráð væri að fjalla um málið í dag og það þyrfti síðan að bíða umræðu og staðfestingar bæjarstjórnar sem tæki málið fyrir væntanlega á næsta fundi 15. maí og þar með gætum við sent svarið frá okkur eftir það. Þannig tímalínan í þessu núna. En fyrirgefðu forseti, en það rétt sem kom hér fram að það bar síðan annað bréf frá Lex lögmönnum fyrir hönd þessara samtaka, hollvinasamtaka eða íbúasamtakana og það tilkynningar og verður lagt fram í bæjarráði á föstudag. Það hafa ekki fleiri kvaðs í ljós fundargerðir bæjarráðs. Þeir sem samþykkja fundargerðir bæjarráðs við bænum að gefa merki. Það eru samþykktar 11.0. Þá komið að lið nr. 2 sem fundargerð velferðarráðs frá 17. apríl og ég vil geta þess að í 10. lið smávægileg villa. Það kemur fram í 2. málsgreininni að á milli desember 2017 og janúar 2017 voru 17 einstaklingar. En þetta á að vera milli desember 2017 og janúar 2018. Orðalaust fundargerðina. Það enginn sem kveður sér ljós fundargerð velferðarráðs. Þeir sem samþykkja fundargerð eru beðnir að gefa merki. Hún samþykkt 11.0. Þá komið að fundargerð barnavarnanefndar sem hér lögð fram orðalaust. Það enginn sem kveður sér ljós fundargerð barnavarnanefndar en hún eins og sagt lögð fram. Þá komið að fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. apríl og vegna annars máls þar vill forseti leggja fram eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar frá lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 30 milljónir króna til 6 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi veitt samanber heimild í 1. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og veitir sveitarstjórnin lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð. Samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls láns þessa ásamt vöxtum og verðbótum auk hvers kyns innheimtukostnaðar. Lánið tekið til endurfjármögnunar afborgana af lánum Reykjaneshafnar sem fellur undir lánshæf verkefni samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbundur hér með sveitarfélagi sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila í heild eða hluta fram til þess tíma að lán þetta að fullu greitt. Fari svo að Reykjanesbær selji eignarhlut í Reykjaneshöfn til annarra opinberra aðila skuldbundur Reykjanesbær sig
til að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. Jafnframt Kjartani Má Kjartanssyni, kennitala 140561 4879, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja fyrir hönd Reykjanesbæjar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka og undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar. En orðið fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Það enginn sem kveður sér ljós þessa fundargerð, þeir sem samþykkt geta þessa bókun. Hún samþykkt 11.0. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina að öðru leyti, hún samþykkt 11.0. Þá komið að fundargerð fræðsluráðs frá 4. maí og forseti vill byrja á því að óska Heiðarskóla til hamingju með sigurinn í skólahreysti. Þetta ánægjulegt til þess að vita að skólarnir hér hafa rakað að sér verðlaunum í þessari keppni og þá gott merki stöðu okkar ungmenna hvað varðar hreysti í það minnsta. Mjög ánægjulegt að sjá að þetta að gerast ár eftir ár. En orðið fundargerð fræðsluráðs. Það enginn sem kveður sér ljós fundargerð fræðsluráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún samþykkt 11.0. Þá komið að 6. liði sem eru verklagsreglur og stefna Reykjanesbæjar í skjalamálum og þetta seinni umræða og þetta var til umræðu á síðasta fundi í bæjarstjórnar. Og var farið ágætlega yfir þetta þá, en orðið laust þessar verklagsreglur. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta þessar verklagsreglur og stefnu Reykjanesbæjar í skjalamálum eru beðnir að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11.0. Og þá komið að síðasta lið sem ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnunar hans, seinni umræða og bæjarstjóri hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, eins og hér kom fram í máli forseta þá nú hér til annarar umræðu og vonandi afgreiðslu ársreikningur Reykjanesbæjar fyrir síðasta ár 2017 og eins og fram kom í máli mínu hér á síðasta fundi þegar reikningurinn var lagður fram til fyrri umræðu og þá hann mjög ánægjulegur og ég vil nota tækifærið og þakka bæjarfulltrúum, stjórnendum og starfsmönnum Reykjanesbæjar fyrir mjög gott samstarf sem að skila okkur þessum árangri. En á milli umræðna hafa orðið breytingar á nokkrum tölum og þær hafa verið kynntar í bæjarráði en ég ætla nú með leyfi forseta bara að fara aðeins yfir það svo að það sé þá til á bandi og til þeirra sem kunna vera að fylgjast með og þeir viti það þá. En það hafa verið gerðar nokkrar breytingar á reikningnum frá því að hann var lagður fram þann 17. apríl síðastliðinn. Helstu breytingarnar eru í nokkrum skýringum ársreikningi, auk þess sem að við leiðréttum meðhöndlun á uppgjöri lífeyrisskuldbindinga samkvæmt leiðbeiningu frá reikningsskilanefnd sveitarfélaga. Þetta lækkaði rekstrarniðurstöðu 16 milljónir króna og skuldaviðmið lækkar úr 189,54% í 185,74%. Og í kjölfarið hafa endurskoðendur breytt áritun sinni úr fyrirvara í ábendingu. Tölulega breytingar á rekstrar- og efnahagsreikningi eru eftirfarandi að í rekstrarreikningi þá rekstrarafkoma bæjarsjóðs lækkar 16 milljónir og eins samstæða þar sem reiknaðir eru 7 mánuðir af lífeyrisaukaframlaginu til brúar eða 823 milljónir sem Reykjanesbæjar ætlar að dreifa á 40 ár og þetta gert samkvæmt leiðbeiningu frá reikningsskilanefnd sveitarfélaga. Þetta fært á meðal launatengdra gjalda. Fært á milli breytingar á lífeyrisskuldbindingum yfir í launatengd gjöld, framlag í viðbótarsjóð og jafnvægissjóð samkvæmt sömu leiðbeiningum að fjárhæð 393,5 milljónir króna. Þetta má sjá nánar svo í skýringum 4 og 17, hvernig farið með.
Nú í efnahagsreikningi þá áhættu fjármunir og langtímakröfur lækkaður 823 milljónir á móti skammtímaskuldum. Þar sem framlag í lífeyrisaukasjóð tekið út úr efnahagsreikningi og ekki fært inn fyrir árinu 2018 samkvæmt leiðbeiningu reikningsskilanefndar sveitarfélaga. Þetta hefur þau áhrif að skuldaviðmið lækkar í samstæðu úr 189,54% í 185,74%. Nú helstu breytingur og viðbætur á skýringum eru þær að í skýringu 4 þá bætt inn launatengdu gjöldum 393,5 milljónum vegna framlaga til brúar eins og áður getið. Í skýringu 9 bætt inn textum almennar íbúðir, HSS og fasteignir Reykjanesbæjar ehf. Í skýringu 11 þá bætt inn texta fjárfestingarsjóðinn ORK eða FORK-sjóðinn svo kallaða. Í skýringu 17 búið að bæta inn texta vegna framlags til brúarlífeyrissjóðs. Í skýringu 25 búið að taka út textan FORK-sjóðinn. Og skýringum aftast bætt við samkvæmt breytingum á lögum ársreikninga frá árinu 2016. Og bara á lokum þá enn aftur að niðurstöðunni, rekstrarniðurstöðunni, þegar hún með þeim hætti sem að raun ber vitni núna hjá okkur, þá svona má segja að við sem sveitarfélag sem eru náttúrulega ekki í rekstri til þess að skila miklum afgangi þó að auðvitað viljum við vera réttum megin við núllið. Og þegar við erum núna að horfa á rúma 1200 milljónir í afgang í bæjarsjóði og 1300 milljónir í afgang í samstæðunni, þá svona finnst mér við eiga 4 kosti í stöðunni. Og sá fyrsti að greiða niður skuldir, númer 2 að lækka álögur á íbúa, númer 3 að fjárfesta í nýbyggingum eða viðhaldi eða framkvæmdum og númer 4 að við eigum kost á að bæta í þjónustu eða bæta við einhverju nýrri þjónustu. Og ég held að við getum verið ákaflega bara sátt og stolt yfir því að mér finnst við vera að gera eitthvað af þessu öllu. Við erum að nota þennan afgang í þessa veru með ýmsum hætti. Við erum að lækka álögur á íbúa, það var gert 1. janúar síðastliðinn þegar viðbótar álag sem var til 3 ára á útsvar var fellt niður. Við erum að hagræða og borga niður skuldir með lausafé sem við áttum til og gerðum hressilega í því undir það síðasta í lok síðasta árs. Við erum að undirbúa framkvæmdir, stórar og miklar, og við vitum að það bíða okkar framkvæmdir víða í kerfinu og það stærstu kannski í skólum og leikskólum. Það verið undirbúa, við erum að byggja við leikskóla og við erum að stakka til þess að bregðast við íbúafjölguninni. Og í síðasta þætti það þá þessi aukna þjónusta sem kannski það sem við höfum minnst lagt í, en það má svona sjá það á nokkrum stöðum í kerfinu í einhverju mynd. Ég ætla ekki að tíunda það hér. Þannig ég held að við sem og þið sem bæjarfulltrúar og við saman sem bæjaryfirvöld getum gengið mjög stolt frá borði yfir þessari niðurstöðu síðasta ársreiknings þess árs þess kjörtímabils sem nú senn á enda. Og ég vil bara nota tækifærið og ítreka þakkir mínar til ykkar fyrir samstarfið og til stjórnenda og fjármálasviðsins fyrir hennar reikning og svo náttúrulega allra starfsmanna og síðast en ekki síst íbúa Reykjanesbæjar. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri. Já, ég held að við hljótum öll að gleðjast yfir þessari stöðu sem að nú og sýnd í þessum reikningi. Við vorum auðvitað í þeirri stöðu að verða með einhverjum hætti að takast á við þá skuldastöðu sem uppi var í sveitarfélaginu og bæjarstjórn hefur unnið að því hörðum höndum allt þetta kjörtímabil að láta það raungerast í því í þeim verkum sem við höfum verið að vinna á þessu kjörtímabili. Og ánægjulegt að við séum farin að sjá framleið sem að getur þá nýst í að greiða niður skuldir. Og ég get tekið undir orð bæjarstjóra hér að það auðvitað gott að við getum verið að bæta í á ýmsum sviðum, bæði með því að minnka álögur,
bæta því þjónustu við íbúa og jafnframt að lækka skuldir. Það er að vera komin í slíka stöður er þetta frábært, en við erum auðvitað eins og bæjarstjórinn nefndi einnig með einhverja framtíð sem er tiltölulega óljós, en það eru margar áskoranir sem bíða okkar. Við erum með mikla fjölgun íbúa, við þurfum að þjónusta þá, við þurfum að ráðast í verulega uppbyggingu innviða eins og menn kalla, skóla og leikskóla, og allt þetta mun hafa áhrif á þá stöðu sem við eiga og það verður ekki þannig að skuldaviðmið fari bara þráðbeint niður í framhaldinu, þar sem við þurfum að takast á við það að byggja til dæmis nýjan skóla sem kostar marga milljarða. Þannig að verkefnið er ekki búið og við erum ekkert komið fyrir vind í þessu, en það er svo sannarlega hægt að gleðjast yfir þessum árangri sem nú hefur náðst og við eigum bara að vera stolt yfir honum. Ég vil fyrir hönd meiri hlutans leggja hér fram bókun sem er eftirfarandi. Tekjur aukast, skuldir lækka, afgangur aldrei verið meiri. Ársreikningur Reykjanesbæjar 2017 sýnir að útvarpstekjur aukast verulega á milli ára, meðal annars vegna aukins íbúafjölda, skuldir og skuldbindingar að lækka og afgangur að reglubundnu rekstri hefur aldrei verið meiri. Samkvæmt rekstrarreikningi A-hluta Bæjarsjóðs nam afgangur að rekstri 1206 milljónum króna. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 2,1 milljarði. Eigið fé Bæjarsjóðs í árslok 2017 nam 5 milljörðum króna og eigið fjárhlutfallið er nú 15,3%. Heildarskuldir og skuldbindingar Bæjarsjóðs nema rúmum 28 milljörðum króna og er skuldaviðmið Bæjarsjóðs 157,77%. Samkvæmt rekstrarreikningi Samstæðu var afgangur á rekstri krónu 1305 milljónir. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld var 3,7 milljarðar króna. Eigið fé Samstæðu á B-hluta í árslok 2017 var tæpir 14,2 milljarðar og eigið fjárhlutfallið 24,7%. Heildarskuldir og skuldbindingar Samstæðu á B-hluta nema nú 43 milljörðum króna og lækka á milli ára. Skuldaviðmið Samstæðu fer úr 208,5% í 185,74%. Á árinu 2017 var framlegð aukin, meðal annars með auknum skatttekjum sem og hagræðingi rekstri og samkvæmt ársreikningi er hún 18,63% í Bæjarsjóði og 24,26% í Samstæðu. Allt þetta kjörtímabil hefur verið unnið eftir sókninni eins og ákveðið var að gera við upphaf þess. Það er að skila þeim árangri að sveitarfélagið nær að uppfylla þau skilyrði sem það undirgekkst í svokallaðri aðlögunaráætlun fyrir árin 2017 til 2022. En það er gert ráð fyrir að Reykjanesbær nái 150% skuldaviðmiði fyrir árslok 2022. Við erum á réttri leið og mikilvægt að áfram verði haldið á sömu braut. Það mun skila til ætluðum árangri. Og undir þetta skrifa bæjarfulltrúar, Samfylkingar, Beinnar Leðar og Frjálsafs. Orðið laust. Baldur Guðmundsson. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Þetta er mikið gleðiefni að horfa á þennan ársreikning og þá stöðu sem við erum komin í. Þetta er búið að vera erfið öld, getum við sagt. Margt búið að dynja á okkur. Förum frá því að vera svona eitt erfiðasta atvinnusvæðið á landinu og nýjustu fregnir segja við stefnum í það að verða Dubai. Marka má fréttir dagsins. Þannig að við erum alveg klárlega að horfa á eitthvað allt annað framöndan heldur en er í baksýnisspeglinum. Hér er náttúrulega alveg fordæmalaus fólksfjölgun og krefjandi verkefni sem bíða okkar.
og bæjarstjórinn þarf ekki að hafa nokkra áhyggjur af því að við finnum ekki eitthvað verkefni fyrir peningin sem að eftir stendur. Það eru 8 framboð sem að eru æst í það að komast í þetta og deila þessu út með góðum hætti. Þannig að það er nóg að gera. Við Sjálfstæðisflokknum ætlum að leggja fram eftirfarandi bókun til efna þessum ársreikningi. Reykjanesbær stendur á krossgötum. Samfelld fólksfjölgun svo mörg ár í röð á sér engin fordæmi og hefur okkur tekist að taka á móti þessu mikla fjölda fólks þar sem mörg svæði voru tilbúin undir nýbyggingar. Húsnæði á Ásbrú og víðar stóð lengi ónotað en nú er allt að verða að fullu nýtt. Þessar hagstæðu ytri aðstæður má fyrst og fremst þakka henni miklu fjölgun ferðamanna og þann gríðarlega vöxt sem hefur átt sér stað í starfsmannahaldi flugstöðvarinnar. Ársreikningur Reykjanesbæjar fyrir 2017 endurspeglar þessi miklu umsvif á svæðinu og ánægjulegu tíðindin eru þau að tekjur voru vanáætlaðar nánast sömu tölu og rekstrarniðurstaða reikningsins sýnir. Skatttekjur voru þannig 13% umfram áætlun og jukust 21% milli ára sem eru vel og er framleiðin nú ríflega 18% og hefur ekki verið jafn góð síðan 2011. Launakostnaður jókst að sama skapi 20% sem helgast af kjarasamningum og fjölgun stöðugilda meðal annars á bæjarskrifstofum. Langri lotu fjárhagslegrar endurskipulagningar lauk í byrjun þessa árs og hefur endurfjármögnun skulda að skila sér í lægri fjármagnskostnaði. Lækkunin nemur 400 milljónum króna sem fer nálægt þeirri fjárhæð sem bærinn hefur greitt í ráðgjafakostnað við endurskipulagningu fjármálana. Ekki tókst að fá niðurfellingu skulda í þessu ferli eins og lagt var upp með, en ákveðnar eignir sem ekki gegna lögbundnu hlutverki voru settar í sérfélag og eru núna í söluferli. Sú aðgerð er tímabundin, ráðstöfun og leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins áherslu á að ljúka uppgjöri á málum tengdum forksjónum svo koma megi veg fyrir sölu mikilvægra eigna á borði Hljómahöllina, Íþróttaakademíuna eða 88 húsið sem eru okkur mikilvægar til að viðhalda fjölbreyttu og líflegu samfélagi fyrir íbúana. Lítið hefur verið fjárfest í innviðum samfélagsins á yfirstandandi kjörtímabili og allt útlit er fyrir að bygging Stafnsskóla muni tefjast 1 ár sem er miður. Til að mæta fyrirsjáanlegri áframhaldandi fjölgun íbúa sem kemur fram í húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar verður að huga að endurbættu aðalskipulagi bæjarins og gera ráð fyrir nýjum íbúahverfum í náinni framtíð. Við fögnum því að fjárhagur Reykjanesbæjar sé að vænkast og bíðum spennt eftir að takast á við hin krefjandi verkefni sem bíða nýrrar bæjarstjórnar. Hér er samfélagið í örum vexti og hér eru mýmörg tækifæri til að vinna úr og undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Það er ekki fleiri sem hafa beðið orðið en mér langar aðeins að á þess að ég hafi nokkurn áhuga á því að fara að munnhöggvast hér út af þessum bókunum sem hér eru lagðar fram. Það er sínum augum lítur hver á silfri, það er eins og það stendur. Og við getum svo sem haft skoðunar á því að þetta sé allt því að þakka að hér séu tekjur aukast og ég get alveg tekið undir það að tekjur séu að aukast og ég gleðst yfir því. En það er bara ekkert í fyrsta skipti sem tekjur hafa aukist í þessu sveitarfélagi. Við erum núna að skila tekjuaukningu á milli ára upp á 13,8% í bæjarsjóði og jafnframt að skila þá 1206 milljónir króna hagnaði og framleiði upp á 18,6%. Á árinu 2006 var tekjuaukningin 18,99% í bæjarsjóði. En þá var mínusframleið eða niðurstaðan var þá mínusframleið upp á 6,03%.
Árið 2007 jukust tekjur bæjarsjóðs 14,41%. Hagnaðurinn var þá 2 milljarðar, en það var líka hlutabréfasala á því ári upp á 2,1 milljarð og framleiðin var þá 4%. Árið 2008 þá juku menn tekjurnar 15,76%. En tapa bæjarsjóðs var þá 3 milljarðar og framleiðin mínus 17,42%. Það veldur hver á heldur. Þannig að, jú, tekjur aukast og framleiðin aukast og við stöndum við skuldbindingar okkar, getum greitt að lánunum og við skulum nota það sem eftir til þess að bæta hag íbúa Reykjanesbæjar. Gerðu svo vel, bæjarstjórinn. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins út af þessu, þessari fullyrðingu að 400 milljón króna lækkun fjármagnskostnaðar fari nemi þeim kostnaði sem fór í ráðgjafa á tímabilinu. Þá held ég að það sé nú aðeins yfirskotið. Það kann að hafa verið rúma 300 en það voru ekki 400 en ég vil bara minna á að við fengum 180 milljónir úr jöfnunarsjóði til þess að standa straum af þessu kostnaði, að þeim hluta hans, og það var svo sem stóð til allan tíman og við fórum í þessa vegferð í viðræðu við kröfuhafa með vitund og stuðningi eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga og samkvæmt þeim lögum og reglum sem til í landinu þetta, og við fengum þann stuðning, við áttum von á honum og við fengum hann þegar málinu var lokið. Þannig að það er ekki eins og að það hafi farið 400 milljónir nettó út úr bæjarsjóði í ráðgjafa þegar dæmið gert upp. Og hitt sem mig langar þá að nefna í samhengi við þetta að vonandi eigum við eftir að sjá ávinningin af þessar endurskipulagningu efnahags tikka inn á hverju ári hér eftir, ekki bara í þetta eina skipti. Hvort það hafi verið 400 milljónir veit ég ekki á hverju ári, en við erum náttúrulega skuldbundin í mörgum af þessu lánum og leigusamningum langt fram í tíman, og það að okkur hafi tekist að lækka vexti sem tikka langt fram í tíman, það náttúrulega hefur mikið að segja. Bara svo að því mér fannst þetta svona einföld mynd sem var dregin upp þarna á málinu. Þá vildi ég svona koma því framfæri. Kristinn Jakobsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir, bæjarstjóri. Það er svolítið, það er gamalt máltæki sem segir að hundurinn með beinið sé alltaf í mestri hættu, og það er mjög erfitt að stjórna stóru miklu fyrirtæki og bæjarfélagi þegar að vel gengur, og það er miklu erfiðar að stjórna fyrirtækjum þegar að vel gengur heldur en þegar er hart á dalnum, sko. Og ég held að við verðum að passa okkur í framtíðin að gæta varúðar í að fara að leysa ólina, sko. Ólin þarf að vera hert til þess að ekki sultarólin, heldur bara að spenna bóðan ekki allt of hátt. Og bæjarstjóri kom hér áðan þessar 4 leiðir sem við getum beitt hagnaðinum eða varið hagnaðinum, ekki eyðunum, hann er ekki henda ennþá, og verðum að passa okkur á því að fara ekki og geist. Eins og við sáum í gær að þá á fundinu minni í Stapa, þar sem að sviðsmyndir til 2040 voru kynntar, að þá er framtíðin háð mikill óvissu. Ég sagði nú við Kjartan Már í gær að KPMG, þessi spádómar KPMG rættust ekki fyrir en eftir kannski 40 ár þegar við stöndum á sjónarhólunum þá og lítum tilbaka.
Og það eru kannski einhverja líkur á því að Sigga Kling hafi haft betur og réttar fyrir sér heldur en Sævar og KPMG. Ég veit ekki, en það verður bara komið í ljós. En hérna, út af orðum forseta og bókun meirihlutans, og þá fyrirsögnin hérna, aukning tekna og lækkun skulda. Ég bara byrja á því að hérna, það rétt að samstæðan hún að lækka skuldir en bæjarsjóður að auka skuldir um bara held ég 4,5 milljarð. Þannig að það er svolítið varhugavert að tala um að lækkun skulda þó að samstæðan segi það en þá er bæjarsjóður að taka á sig auknar ábyrgðir og hérna það er kannski villandi fyrirsögn hjá forsetaðan. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja því að þakka bæjarstjóranum fyrir hérna ársreyningin og öllu starfsfólki og íbúum leið. Þetta hérna mikla breytingar sem átt sér stað á örfáum árum og þakka öllum sem þar hafa komið að og endurskoðandi fyrir gott samstarf. Ég hérna mjög stoltur yfir því að við skulum skila á okkur svona góðum árangri. Þá má svo sem leika sér að statistikk og kennitölum út og suður í þessu en ég ætla kannski ekki alveg fara að gera það hérna núna en mér langar þó að nefna það að fyrst það sem bæjarfulltrúi Kristín var að segja með lækkun skulda, við vitum það að það er tilfærsla á skuldum frá Höfn til Bæjarsjóðs sem þarna er að ræða en í heildina þá er lækkun. Ég langar líka að segja það að bókun sjálfstæðismanna finnst mér sérstök. Við erum að skila besta árangri hérna til margra ára þegar var staðið með okkur í þessari vinnu og samt svona tala þeir meira allt utanaðkomandi aðstæður heldur en að hrósa starfsfólki og því sem vel hefur verið gert. Og minnast ekki á það að við borgum tæplega 1,5 milljarð í lífeyrissjóð eingreiðslu sem hérna lækkar hagnaðinn og þessi tala 400 milljónir sem bæjarfulltrúi Baldur, mér finnst það nú bara fyndið að skuli vera að ræða það hérna og þetta er bara langt frá því að vera satt og bera það saman og bera fyrir sig að það veri aukning á mannafla, fjölgun starfsmanna sem hafa kostað svona mikla peninga. Hann veit bara betur en svo að við höfum lækkað kostnað vegna starfsmannahalds verulega á síðustu 4 árum, svo munar fleiri 100 milljóna, það vitum við öll. Þannig að mér finnst að ég hafa þessa réttara sem sannar, eða rétt það sem rétt er, sko. Menn á nú haldið þessu áður fram hérna í pontu að fjölgun starfsmanna sé svo rosalega, en þetta er bara ekki rétt og við vitum það. En ég ætla bara að segja takk fyrir frábært starf. Bæjarstjóri og fjármálastjóri og allir starfsmenn og takk fyrir frábært hjá okkur. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, í hnotskurn, mjög ánægjuleg niðurstaða, tekjurnar hafa stór aukist, það hefur verið mjög gott aðhald í rekstri bæjarins og það skiptir máli. Við sjáum það að án aðhalds þá gerum við ráð fyrir að kostnaður hefði geta farið auðveldlega upp og þessar tölur var ekki eins og þær eru að sýna. Alltaf erfitt að fara tilbaka og velta fyrir sér hvenær var 3 milljarða tap og það vegna þess að það hafi verið sóun í starfsmannahaldi. Það er náttúrulega ekki svo. Það er ágætt að hafa í huga þegar við horfum til fortíðar að það var margvíslegur kostnaður sem við vorum að glíma við. Við vorum í miklum fjárfestingum sem að við höfum svona dregið verulega úr og þurft að gera núna á þessum síðustu 4 árum. En við vorum í miklum fjárfestingum á þessum tíma. Við vorum að þola mikið atvinnuleysi eftir hrun og við vorum að greiða mikinn kostnað vegna þess í fjárhagsaðstoð. Þannig að þetta það er erfitt að bera þessa hluti saman og við svona sem erum að ljúka hér störfum ætlum ekki að fara í
þann hamagang. En í grunninn þá hefur þetta tekist mjög vel og það er full ástæða til þess að fagna með bæjarbúum og bæjarstjórn og hvernig á þessu hefur núna verið haldið. Hvort að kostnaður við ráðgjöf 200, 300 eða 400 milljónir, við getum allavega sagt að það er einskiptis kostnaður. Það er kostnaður við að koma þessum hlutum í það horf sem að nú þannig á næstu árum þá væntanlega erum við ekki að horfa á þennan svo mikinn kostnað en eins og bæjarstjóri nefndi þá sitja eftir ákvarðanir sem að gera okkur lífið léttara. Þannig að í grunninn innilega til hamingju og vonum að við séum á réttri braut. Ég held reyndar að það hafi verið á réttri leið. Það er rétt leið, það var kosningaslagur Sjálfstæðisflokksins. Ég bara man ekki hvenær. Við erum á réttri leið. Gunnar Þórðarsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Jú, það er ánægjulegt að sjá þennan ársreikning og ég tek undir það að það er ástæða til að gleðjast. Það er auðvitað góður árangur þegar maður horfir til þessa kjörtímabils sem nú er að líða að við höfum aukið tekjurnar á þessum tíma eitthvað 57% að mig minnir þegar ég var að skoða þetta daginn. En á sama tíma hafa útgjöldin eða rekstrargjöldin einungis hækkað 36% á þessum tíma. Þannig að þetta skiptir auðvitað verulegu máli og þarna er í raun og veru ávinningurinn sem við höfum náð að við höfum verið að reka sveitarfélagið með miklum ágætum. Það verður ekkert af því skafið. Og ef við berum okkur saman við önnur sambærileg sveitarfélög, ef við tekjum 9 stærstu sveitarfélögin á landinu og við berum okkur saman með þá, við erum svona í miðjunni að stærð, þá erum við að kosta á hvern íbúa miklu minna heldur en flestir aðrir, eða nánast allir aðrir af þessum 9. Og það er mjög athyglisvert að Garðabær til dæmis, sem að virðist vera að gera miklu minni í félagsmánu til dæmis heldur en við, þeir eru að eyða það 40% meira á hvern íbúa. Og vekur bara athygli. Og tekjurnar hjá okkur, miðað við hvern íbúa, eru með því hæsta sem þekkist í þessum hópi, meðal þeirra hæstu. Erum ekkert hæstir en með mjög góða stöðu hvern íbúa snertir ef við mælum það með þeim hætti. Þannig að bara til hamingju með þetta, við getum verið stolt af þessu. Það hafa í raun og veru allir tekið þátt í þessu, ég ætla ekki að draga úr því. Við höfum verið samtaka í þessu að gera þetta og undir góðri stjórn bæjarstjóra og svona leiðandi afli meirihlutans. En það er bara ánægjulegt að þetta hafi tekið svona vel. Takk fyrir. Kristinn Jakobsson. Forseti, já, ég verð að taka undir orð bæjarfulltrúa Gunnars að þetta er ánægjulegur og allra sem hafa komið hér upp og talað hversu ágætur ásetningurinn er. Og það skiptist í tvö hól hver þakkar hverjum og hver er ástæðan fyrir þessu og meirihlutinn þakkar náttúrulega sjálfum sér og bæjarstjóra árangurinn með að taka það sem þeir eiga af því en ég held nú satt að segja að það sé ytri aðstæður sem hafa skapað þetta. Skapa þessa velsæld í Reykjanesbæ.
Það er að segja að það er ferðamannastraumurinn til Íslands hefur skapað tækifærin upp á Keflavíkurflugvelli þar sem er fyrirséð að við séum að stækka að starfsmannaaukningin þar sé á miðað við 1 álver á ári. 500-600 manns á ári sem hefur aukist síðustu 2 árin og á eftir að aukast svipaðan fjölda á næstu 2-3 árin. Þannig að það er það sem er að gera okkur lífið bærilegra og veldur því að niðurstaðan er eins og hún er. Ég held að það má einhverju þakka bæjarstjóranum og ákvörðunum meirihluta í upphafi kjörtímabils að hækka útsvar og taka til og fara í þessar sóknaraðgerðir. Það má alveg þakka þeim fyrir það en aðal ástæðan er árferð í samfélaginu, þjóðfélaginu. Og fyrst og fremst aukningu ferðamanna til Íslands. Og svo aðgerðum kannski ríkisstjórnanna sem hafa valdið því að árferðið í Reykjanesbæ er betra heldur en við héldum við vonuðum og miklu betra heldur en við þorðum nokkuð tíma að vona í upphafi kjörtímabils. Já, það hafa ekki fleiri kvatt sér ljós. Ég bara vil taka undir þessi orð þeirra sem hafa lýst yfir ánægju með þetta. Það er þetta gaman til þess að vita að við lok kjörtímabils séum að skila slíkum ársreikningi og við skulum öll taka þetta bara til okkar. Við höfum öll okkar hluti í þessu. Hver sem við erum, hvort sem við erum í minnihluta eða meirihluta. Við erum búin að vinna vel í bæjarráði, við höfum mátt tekist á en við höfum yfirleitt talað okkur til niðurstöðu og það er auðvitað bara gæfa okkar að hafa starfað þannig í bæjarstjórninni þetta kjörtímabil. Og ég vil líka taka undir það að hér höfum við verið með bæjarstjóra sem hefur verið einarður í að fylgja eftir þeirri línu sem var ákveðin. Menn fóru hér í alls konar aðgerðir, meðal annars að ráða til okkar innkaupastjóra til þess að ná utan innkaup sveitarfélagsins. Það hefur ekki skilað nokkrum milljónum, heldur mörg 100 milljónum. Þannig að það margt lítið gerir eitt stórt og við erum að sjá það raungerast í þessum ársreikningi. Þannig að ég held að við getum bara alveg farið kátt út í vorið og notið þess að á þessu kjörtímabili náðum við tökum á því sem við höfðum áhyggjur af í upphafi kjörtímabils og getum haldið ótröð áfram. En að lokum þá vil ég bera þennan ársreikning upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta ársreikning fyrir árið 2017 og stofnana eru bennangiðamerki. Hann er samþykktur 11.0. Og þá er dagskrá tæmd og við gerum hlé á fundinum á meðan gengið frá fundargerð.
543. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 8. maí 2018 kl. 17. Og viðstaddir eru Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál er fundargerð bæjarráðs frá 18. og 27. apríl og 3. maí. Forseti gaf orðið laust. Til máls tóku Böðvar Jónsson, Guðbrandur Einarsson og Kjartan Már Kjartansson. Fundargerðirnar samþykktar 11:0. Annað mál fundargerð velferðarráðs frá 17. apríl. Forseti gaf orðið laust og fundargerðin samþykkt án umræðu 11:0. Þriðja mál er fundargerð barnaverndarnefndar frá 23. apríl. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og fundargerðin var lögð fram án umræðu. Og fjórða mál er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. apríl 2018. Annað mál frá 216. fundi stjórnar Reykjaneshafnar frá 24. apríl 2018 var tekið sérstaklega fyrir með eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 30 milljónir til 6 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi er veitt samanber heimild í 1. málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og veitir sveitarstjórnin Lánasjóðnum veð í tekjum sínum til trygginga þeirri ábyrgð samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sömu laga. Ábyrgðin tekið til greiðslu höfuðstóls láns þess ásamt vöxtum og verðbótum auk hvers kyns innheimtukostnaðar. Láni er tekið til endurfjármögnunar afborgana á lánum Reykjaneshafnar sem fellur undir lánsæð verkefni samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélags nr. 150 frá 2006. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindur hér með sveitarfélagi sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila í heild eða hluta fram til þess tíma að lán þess er að fullu greitt. Fari svo að Reykjanesbær selji eignarhlut í Reykjaneshöfn til annarra opinberra aðila skuldbindur Reykjanesbær sig til þess að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sín í félaginu. Jafnframt er Kjartanum Már Kjartanssyni, kennitala 14.0561-4879, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja fyrir hönd Reykjanesbæjar veitingu ofangreindra ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar. Heimildin var samþykkt 11:0. Forseti gaf síðan orðið laust og fundargerðin var samþykkt á öðru leyti án umræðu 11:0. 5. mál er fundargerð fræðsluráðs 4. maí 2018. Forseti gaf orðið laust og fundargerðin samþykkt án umræðu 11:0. Verklagsreglur og stefna Reykjanesbæjar í skjalamálum seinni umræða. Forseti gaf orðið laust og stefna var samþykkt án umræðu 11:0. Ársreikningur 7. mál var ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans seinni umræða. Forseti gaf Kjartanum Már Kjartanssyni bæjarstjóra orðið þar sem hann fór yfir þær breytingar sem gerðar höfðu verið á ársreikningi frá fyrri umræðu. Síðan tók til máls Guðbrandur Einarsson og lagði fram bókun meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og með leyfi forseta þá mun ég ekki lesa þá bókun þar sem hún barst rafrænt. Síðan tók til máls Baldur Guðmundsson og lagði fram bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks Reykjanesbæjar og með leyfi forseta mun ég ekki lesa þá bókun sem hún barst rafrænt. En til máls tóku síðan Guðbrandur Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Kristinn Þór Jakobsson, Friðjón Einarsson, Árni Sigfússon og Gunnar Þórarinsson. Ársreikningurinn 2017 var samþykktur 11:0. Þeir sem samþykkt geta að fundargerðin eru beðnir að gefa mér. Hún er samþykkt 11:0. Fundargerðin verður því undirrituð 543. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið. Kvita hér undir? Jú. Kvita hér, getur við niður. Jú, ég þarf að
Hvað hérna? Er það að prenta út? Takk. Já, sminni. Getur kveikt að fara þessu. Það er svo breyta. Hvað mikið vitið? Það er ekki bara að segja það við meiri hluti samfélgjengu og svo hvernig það er. Já, það er bara meiri hluti.